5 10 ára stelpur í 4. bekk í Holtaskóla í Reykjanesbæ gerðu sér lítið fyrir og söfnuðu rúmlega 50.000 krónum sem þær vildu að rynnu til fátækra fjölskyldna. Þær færðu Rauða kross-deildinni á Suðurnesjum upphæðina en aldrei fyrr hafa krakkar komið með svona háa upphæð. Hefð er fyrir því að birta ljósmynd af ungum söfnurum eftir tombólur en þessar dömur vildu komast í sjónvarpið og við vorum sammála því. Jæja stelpur, 10 ára stelpur að safna pening fyrir Rauða krossinn og þið söfnuðu fullt af peningum? Já. Hvað mikið? 50.500. Hvernig fóruð þið eiginlega að því? Við byrjuðum að hugsa til að ég fátæka fólkin sem áttu engan pening og þau þurftu. Já, en hvar fenguðu allar þessa peninga? Við stundum löbbuðum í hús og við fórum líka í Nettó með þetta hér skilti. Og gekk kannski best það? Já, ég myndi kannski segja það. Fólki sem var að versla í Nettó, var það gott? Já. Já. Allir með opið veski handa ykkur? Ekki allir, það var flestir með kort. Já, og hvað gerðu þið þá? Það bara sagði við alltaf læg. Fóruð senduðu ekkert fólki bara í hraðbanka? Nei. Nei. Það fór. Fór fólki í hraðbankan og náði peninga? Ég minnist bara að fór einn. Já. Var fólki bara ánægt með þetta hjá ykkur? Já, og líka sumir fóru bara út í bíl og náði pening fyrir okkur. Já. Og hvernig datt ykkur þetta í hug? Við vorum eiginlega bara að syngja fyrst fyrir peninga og svo 3, 2, 1. How does this keep getting better? Every day I look twice on the way until we spend together. Var bara spurt okkur ef að gera fyrir Rauða krossinn og þá bara byrjuðum við að þessu. Og var þetta ekki svolítið skemmtilegt? Jú, mjög skemmtilegt. Og gaman hvað fólki tóku svo vel? Já, mjög. Þetta er svolítið mikið af peningum, eða ekki? 50.000? Jú, og konan sem við fórum í Rauða krossinn hjá, hún sagði að þetta væri mesti peningurinn hjá okkur sem hún hafi tekið á móti. Já. Og hvað, var þetta bara fullt af seðlum og eru þið búin að afhenda það? Já, það voru líka fullt af tíköllum, en við breyttum því bara allt í seðla. Já. Og hvað, ætli kannski að gera meira svona? Jú. Það er fínt að fá ykkur til að safna peningum fyrir hinn og þessa. Já. Já. Þannig að þið eru alsælar með árangurinn og nú er bara að finna annað verkefni. Já, við ætlum að gera aðeins öðruvísi, kannski að safna fyrir bara fjölskyldu eða eitthvað sem er fátækt. Já.